Áttu einhver börn eða? Nei, ég á 2 ketti sko Já, og var bara að ganga sæm og svo í rappbörn já, bara unga strákar sem að ég peppaði í rappgemið og það hefur nú tekist sæmilega til með þá og kettirnir mín eru bara í sæmilegum málum sko en ég á ekki eiginlega börn sko nei, en ég held það sé líka, mér finnst fólk vera svolítið fljótt í að eignast börn já, þá meina ég mér finnst ég ekkert hafa verið með það mikið á hreinu að ég hafi getað átt börn sko tvítut svona fólk eignast börn bara millir 20 og 30 ég held að ég tala bara fyrir sjálf á mig já, veist, ég er nýlega búin að læra að skeina sjálfum mig það ætli ég sé að fara eitthvað bara koma með eitthvað börn í heiminn en það er ábyrgð þú veist, það er óslega mikið fólki sem bara á ekki séns bara að reyna að ala upp krakka af því að þú veist bara, ég meina þú veist, við búum náttúrulega við hennan þess að nýfrálsiki kapitalista geðviki krakka, fólk þarf að vera í 2 vinnum bara til að geta leigt íbúð og þú veist, og svo komaðu heim bara verið þreytt og þetta eru kannski óslega mikið góðu fólki veitli, kapitalismin er svo mikið viðbjöður að fullt af góðu fólki á ekki séns á að búa til heilbrigða krakka af því að þeir koma þreytt heim úr vinnunni eða vinnunum og þeim langar að vera að leika við krakkana og sinna þeim og svona, en ég meina fyrir viki bara að vera krakkarnir vanræktir af því að þau hafa ekki orku eða efni á því að sinna þessu. Ég myndi aldrei vilja vera í þessari stöðu, skilur, þannig að þú veist, ég held en já, Guðsson og hann bara, við elska hann bara, þú veist, bara hann er stórkostlegt barn og Langar þið eignast börn, einhvern tímann? Sko, ég er aldrei pælt svona, þú veist, fara með það að hugsa eitthvað lengra það er náttúrulega ótrúlega mikið af börnum í heiminum sem að eigi ekki breyk fyrir mér, ég þarf ekkert endilega að sjá eitthvað DNA-ið mitt Nei. Það er sko, ein vinkonum við var að segja við daginn, bara vilt í alveg ekki veist, að DNA-ið þitt fara áfram sko, svona geðvitt bara díkótt, einhver pæling sko og ég er svona ég er ekki búin að hugsa þetta til enda. Nei, það er rosalega oft notað hver ætlar að sjá því í ellinni og ég er bara eitthvað við bara þar ennþá? Þetta var þannig á ströndum í gamla daga maður bara bjó á heimilinu þangað til fólk dó þá er einhver sem sá þig og hellt úr koppnum og svona. Þú eignaðist sko 10 börn af því það var ekki velferðarkerfi það var ekki og það er ástæðan fyrir því náttúrulega við eignast miklu færri börn leið og þú fær samfélagið eignast velferðarkerfi þá náttúrulega þarft þú ekki að vera eignast bara fólk til að sjá bara umönnunarstjettin var bara innan fjölskyldunar þú veist? Þú veist, ég ætlast ekki til þess að þú veist, ég á eina dóttur sem er sko 21 að verða á þessu ári. Þú veist, ég er búin að segja við hana þegar ég fann að skýta á mig og þekki þig ekki lengur og þá vil ég bara hún fari með mér niður á bryggju sko. Já, þú veist, ég myndi vilja fljúga fram á Hottbjargi þegar ég er alveg orðin já, bara, en þetta er líka sko strandafólkið, nú þekki ég fólk út allt á landinu og ég er svo gaman að fólki og heyra svona strandafólkið mitt sko, það er rosalega mikið það er svo heiðið pabbi minn náttúrulega er góði, Vestfjarðagóði Ástórfélaginu þegar ég er að tala um heiðinni, þetta er náttúrutrú ægir er ekki einhver gaur ægir er sjórin og þú getur ekki sigra sjóin það er almættið er náttúran og manneskjur sem halda að þú getur sigra náttúruna þau muni aldrei af hverju erum við að rústa stúta heiminum af hverju bara af því að manneskjan heldur að hún dómineri basically það er alltaf sem Abraham trúabröðin alltaf búin að ljúga fólki ég meina, þú veist, í biblíunni þá er það sko drottnari heimsins það er maðurinn og hann hefur bara ekki sýnt á neinum tímabúti hann geti sigra náttúruna þannig að, og leiður með þessa hugsun að hvað er allt sjálfsagt og hvað verum öll hluti af náttúrunni þá er voða lítið mál að verða gamall bara og segja svona, já, nú er bara komið gott og pabbi er alveg búin að segja okkur hvernig hann vill fara sko, bara hvernig jarðarförin á að vera eða brennan sko, brennslan og þú veist, og þetta er ekkert sorglegt skilur,
Nei, ekki raun og veru, ef þú hefur lifað út frá sem heiðnu prinsipum nú áttu líf og þú ættir að gera það mest á lífinu þú veist, evróska valdskristnin þú veist, það fullt af kristnifólki sem með meiri raunveruleika tengingar, en ég að tala svona bókstafurinn að lífið bara hræðilegt það verður geðveitt gaman eftir og það himnar ekki bara panflautur maður eitthvað bara sem að hljómar þetta alltaf hræðilega sko en þú veist að ef þú lifir lífinu þannig bara, þú veist, þú átt bara þetta líf þá gerur sem mestu lífinu og svo bara getur þú bara verið gamall og litið tilbaka og bara djöðl var þetta fínt maður djöðl á ég góða vini að því ég var góð manneskja bara, þú veist, bara eins og segir í Hávamálum sko, deyr frændur en orðstýr deyr aldrei þeim sér góðan getur bara ef þú nærð að vera sæmileg manneskja þá munu fullt að liði nenna að skeina þér og sinna þér og þóttu sér ekki endilega börnin